sem maður spurði svona mann var ekki neitt. Já, hvað svona eftirminnilegasti atburðurinn sem þú hefur farið á hérna? Jólatónleikarnir mínir kannski? Þeir voru nefnilega, ég horfði á það í streymi og þeir voru alveg æðislegir og því líka jólin einhvern veginn bara þá komin. Takk fyrir það. Og svo verð ég að segja að það eru einni tónleikar, það eru Philip Glass tónleikar Víkings. Já. Þeir voru alveg rosalega svona sterkir. Já, ég heyrði það þeim, ég sá það ekki en ég heyrði það þeim. Þeir voru, drengurinn. hann alveg ótrúlega flottur og svo finnst mér bara, mér finnst alltaf hátíðlegt að koma hingað. Mér finnst það líka stemming og mér finnst þetta svona að segja okkur líka bara svolítið sem að bara við sem þjóð að það er mikilvægt að fjárfesta í menningu, í íþróttum. Þetta gerir okkur að þessu samfélagi sem við erum og við erum þess vegna líka meðal annars í fremstu röð af því að við höfum líka hugrekki til þess að ráðast í svona framkvæmd og við erum líka með bara svo stórkostlegt tónlistarfólk hérna. Takk fyrir. Ég bara ætla að hæla þér og svo frábært að sitja hérna með þér og fara yfir svona svolítið söguna og bara hvaða þýðingu þetta hús hefur. Já, takk fyrir þá. Það er bara alveg nákvæmlega málið sko og maður sér það sérstaklega núna bara einmitt þegar við erum nú að svona byrja að sjá fyrir endan á þessum faraldri hvað maður finnur einmitt hvað allt er að byrja svona að lifna við. Þú veist, við erum að byrja að skoða núna bókanir og ég er einmitt búin að skoða núna það sem ég er að fara að gera hér og það er svo, maður sér svona nú er þetta að fara að koma og það er alltaf einhvern veginn að lifna aftur sem er bara frábært. Og þá held ég að þetta hús sé nú eitt af þeim fyrstu sem fer af stað á fullu og er þegar farið af stað. Já, svo held ég líka bara, þú veist þetta bara með þessu húsi, þá er líka ákveðin svona, þetta er líka fyrir ungt tónlistarfólk og bara fyrir alla þá sem vilja koma fram að vita að þeir geti einhvern tímann mögulega í framtíðinni að þessu tónleikar, geti haldið tónleika hér, þetta fyrir þig sem er búin að vera að syngja hérna og veitt okkur öllu mikla gleði alla tíð að það hefur auðvitað verið mjög stórt skref að geta komist inn í hús eins og Hörpuna. En svo líka eins og fyrir ungt tónlistarfólk að eiga þennan möguleika. Mér finnst það frábært. Já, og náttúrulega líka frábært bara með þessar tónlistarhátíðir sem að veri hérna. Iceland Airwaves og allar þessar hátíðir. Það sem að húsið nýtist svo rosalega vel vegna þess að það er að nýta alla sali og alla króka og kima í þessu húsi. Og það er svo hentugt fyrir alla svona hátíðir. Mér finnst þetta svo mikið að gerast út allt. Æðislegt. Já, afmælisgjöf til Hörpu. Ég myndi vilja gefa Hörpu það er afmælisgjöf að hún fengi að vera með okkur, þjóðinni og öllum bara ókomna tíð. Ég myndi vilja gefa henni það. Þannig að við hefðum aðgang hingað. Ég tek undir þetta og þjóðin á Hörpu og þjóðin hefur verið að nýta sér og sótt hérna svo marga viðburði og aðgengi, þetta góða aðgengi. Ef ég myndi vilja að aðgengi væri svona rosalega greitt og að við stöndum auðvitað ákveðnum tímamótum. Ég vil styðja við Hörpu og allt sem tengist menningunni og það er besta afmælisgjöfin og svona varðandi framtíðarhorfur er að við stöndum með menningu og höldum áfram að fjárfesta í henni og það hefur verið svona eitt af leiðarljósunum í COVID-inu að vinna að því og passa upp á samfélagið okkar og ég held að þetta líti bara ágætlega út þrátt fyrir þetta hafi verið svona ákveðin áskorun en afmælisgjöf til Hörpu er að fólki geti komið hingað sem fyrst. Nákvæmlega. Fólk var að geta skemmta sér og hafa gaman saman. Sammála því.